Nú ætlum við að halda áfram að skoða einslu. Hér sjáum við 2 þríhyrninga. Þegar við erum með svona 2 þríhyrninga þá margborgar sig að teikna þá upp. Þær myndir þurfa ekkert að vera neitt mjög vel teiknaðar, heldur bara til þess að átta sig á því hvaða hlið er hvað. Og ef við skoðum þennan stóra fyrst, þá er hann hér. Við vitum þessar 2 hliðar, auðvelt að merkja þær inn. En á þessum litla þá er 90 gráðu hornið hér. Á þessum stóra eru það hliðarna sem við vitum sem snerta 90 gráðu hornið. Það horn er hér. Þannig að styttri hliðin er x, sem er þessi hérna. Og hin hliðin er 4. Þá er þetta auðvelt. X deilt með 6 er jafnt og 4 deilt með 8. X er jafnt og 4 sinnum 6 deilt með 8. X er jafnt og 3. Sama hér. Hér borgar sig að teikna upp þríhyrningana. Má sjá, þetta var nokkað skrítin lína. Teikna þá svona. Þeir eiga nú að vera með 90 gráðu horni. Eins og ég segi, hvað myndirnar eru nákvæmar skiptir engu máli. Þetta er 5. Þetta er 2. Þetta er 4. En hvað getum við sagt um þessa línu hér? Jú, hún er 4 plus x. Eða x plus 4 sem ég er bara fallegra. Og er venja að skrifa bókstafinn á undan. En það má alveg skrifa 4 plus x. Og þá gerum við x plus 4 er deilt með 4 er jafnt og 5 deilt með 2. Svo margföldum við með 4 í gegn. Fáum x plus 4 er jafnt og 5 sinnum 4 deilt með 2. X plus 4 er jafnt og 10. X er jafnt og 6. Þá mínus ég báðum megin hérna með 4. Þetta er bara einfaldur jöfnureikningur. Í þríhyrningnum ABC er hornið C 90 gráður. Við erum með rétt herindan þríhyrning. Við erum bara að teikna hann. Og hér er útilokað að leysa þetta á þess að teikna. Þetta er hornið C. Það þýðir að þetta er hornið A og þetta er hornið B. Það er venja að merkja þríhyrning í öfugum sólargangi. Hliðin A sem er hliðin á móti horninu A. Þannig að þetta er hliðin A. Og hún er 8. Þetta er hliðin C og þetta er hliðin B. Hliðin C er 20 og NB er normal á hliðina B. Þetta er hliðin B og á miðri þeirri línu teiknum við línu sem að kemur hornrétt á hana. Og í raun eigum við að teikna hana þannig hún nái hérna upp úr og niður úr. En af því að við eigum bara að reikna út hvað hún er hérna á milli, þá ætlum ég bara að hafa hana hérna akkurat á milli. Og þetta er sem sagt x-ið, það sem við þurfum. Við vitum ekki nógu mikið til þess að reikna þetta dæmi til þess að byrja með, því að okkur vantar eina hlið í viðbót. Þess vegna þurfum við að nota Pýþagóras. Þá þurfum við að finna þessa hlið hér. X í öðru plus 8 í öðru er jafnt og 20 í öðru. X í öðru er jafnt og 400 mínus 64. X í öðru er jafnt og, eða x-ið er bara 18,33. Sem gefur okkur að all hliðin er 18,33. En okkur vantaði ekki alla hliðina, okkur vantaði aðalega stubbin. Það er að segja þennan hér og hann er helmingurinn eða 9,17. Þetta er 18,33. Og nú getum við farið í einfaldan einslögunarreikning segi ég. X sem er þessi hlið hérna deilt með 8. Þessi hlið hér deilt með þessari er jafnt og hlið í sama þríhyrningi og x-ið sem er þá 8 deilt með stóru. Átján komma 33. Má sjá, nú er ég að bulla. Þetta á ekki að vera 8. Já, þetta er 9,17.
á að vera 9,17 að sjálfsögðu, sem er hlið í sama þrýrningi og x, þessi hér. X er jafnt og 9,17 sinnum 8 deilt með 18,33. X er jafnt og 4. En þá er þessu lokið.